Þá erum við komin hér í Vefforritun 1, fyrsta fyrirlestur á fyrsta degi nýs skólaárs. Ég heiti Óli og þessi fyrsti fyrirlestur í raun svona eini fyrirlestur sem ég mun halda yfir ykkur. Þar sem ég mun bara vera eitthvað að predika hérna í 40 mínútur og þið hafið ekki tækifæri til þess að tala á móti þannig séð. En þetta svona, ég að fara mjög hratt yfir alla praktíkina í þessu námskeiði. En ég heiti Ólafur Sverrir Kjartason, alltaf bara kallaður Óli og ég búinn að kenna vefforritun hérna í nokkur ár, síðan 2013 og ég búinn að vera að gera eitthvað á vefnum síðan 97 og ég útskrifaður með BS í hugbúnaverkfræði hérna frá HÍ 2007 sem var svona þegar hugbúnaverkfræðin var að byrja og vinn í dag hjá fyrirtæki sem heitir Hugsmiðjan, þar tæknistjóri og vinn dagsdaglega bara við það sem ég að kenna hérna, bara vefforritun. Bara erum að gera verkefni fyrir alls konar svona á íslensku markaði, 95%. Og ég mun eitthvað taka ykkur dæmi og eitthvað að segja ykkur frá því nánar en annars bara nógu mig í bili. En aðeins ykkur, af því að það líklega mjög fjölbreytt reynsla í hópnum en að minni svona eins og gefur svona mín reynsla svo að þið eru langflest að byrja ykkar vefforritunar vegferð en einhver ykkar með einhver reynslu en þessi áfangi gerir ekki ráð fyrir að þið vitið neitt forritun. Þannig að ég mun gera þetta allt svona frá grunni og reyna að fara eins bara rólega í þetta og ég get en á einhverjum tímapunkti mun ég fara hraðar eða eitthvað svona og þá það svolítið á ykkur að spyrja mig á móti og segja herri, þetta var aðeins hratt, getur þú farið aftur yfir þetta? Og það mun bara koma eftir því sem við erum hérna en það alltaf bara gaman að vita hérna hversu mörg ykkar hafa skrifað HTML? Ok. Já. Og hversu mörg ykkar hafa skrifað CSS? Ok. En JavaScript? Ok, þetta svona sirka, þetta svona aðeins meira en helmingurinn sem hérna óformlega rétt upp hönd í þessari könnun. En einhver sem hefur unnið við eitthvað sem tengist vefnum, hafið þið verið vefstjórar eða unnið sumarstarf eða jafnvel verið að vefforrita eitthvað fyrir eitthvað? Nei, ok. Enginn sem réttir upp hönd við því. En þannig að þið ykkar sem hafið skrifað HTML, CSS og JavaScript og þekkið þetta, þið geta alveg gert ráð fyrir því að inn á milli ég að segja eitthvað sem þið þekkið. Þá ekkert að því bara að þið segja, ég held ég þekki þetta bara vel, ég ætla að skoða námsefnið, en ég ætla ekkert að vera að mæta í fyrirlestur. Ég kannski skippa hratt í gegnum vídeóið og sé þetta og það bara fínt. Þannig að þetta svolítið, eins og ég kemur eftir, þið þurfið svolítið að stýra ykkar námi og passa upp á ykkar tímastjórnun. En ég með allt mitt námsefni á GitHub, ekki á Canvas. Ég bara með vísun yfir á GitHub frá Canvas, þannig þið komist í það. En ég mun ekki nota Canvas til þess að setja inn námsefni. Og það sett allt inn á þessari slóð hérna sem github.com/vefforritun /vef1-2025. Þar allt námsefni, kennsluáætlunin, öll vikublöð, öll verkefni og fleira. Og ég ætla að skoða þetta með ykkur á eftir. Þannig að ég ætla bara að klára að fara ekki þennan fyrirlestur og svo skoðum við bara hvernig námsefni uppbyggt og hvernig það hugsað. Það svolítið öðruvísi en ég treysti á að þið, ef þið setjum smá athygli í það þá sjáu þið að það kerfið þarna bakvið. Ég mun samt sem að nota Canvas bara eins og eðlilegt þykir. Ég mun senda tilkynningar, þið munu skila verkefnum, það munu vera skilað einkunnum þar og þetta mun allt berast inn á Canvas og á HÍ netfangið ykkar. En þið getið líka fylgst með aukalega á GitHub þegar ég að gera breytingar þar eða á YouTube þar sem ég seti inn alla fyrirlestra og allar upptökur og svo ég að nota tól sem heitir Slack sem svona til að eiga í svona daglegum samskiptum. En það svona samskipta- og samstarfstól, svipað til Discord, búin að nota það í mörg ár hérna fyrir þennan áfanga. Notuðum við fyrst Facebook Groups þegar Discord var ekki til, það var hérna 2015 eitthvað svoleiðis. En núna svona auðveldra að kenna eitthvað því að ég flest ykkar viti hvað Discord og ég vil nota það, en ég nota þá Slack, það bara fínt. Þið notið HÍ netfangið ykkar og skráið ykkur inn og þá getið þið farið inn á Rás og hérna þar getið þið rætt hlutina svona dagsdaglega. Bæði við mig, dæmitöfakennarana og aðra nemendur.
Það alls engin krafa að nota þetta. Þetta eingöngu til þess bara ef þið viljið hafa annan kanal til þess að ná í mig eða spyrja spurninga eða sjá hvað verið að spyrja og ræða. Þið getið tekið þennan áfanga á þess að mæta nokkuð tíman í þennan fyrirlestur, bara fylgjast með á Canvas og bara skila inn lausnunum ykkar þar, bara eftir því sem að verkefni biður og þið þurfum ekkert að gera meira. Þannig að þið ráðið algjörlega hvernig þið tæklið þetta. Þegar þið eru komin inn á Slack, og ég ætla líka að sýna ykkur það á eftir, þá erum við með svona rásir og þið þurfum að fara sérstaklega inn á rásina sem fyrir þetta og þar getið spurt til dæmis, ég var að skoða námsefni frá því hérna og ég skil þetta ekki alveg. Er þetta hérna vitlaus linkur og eitthvað og bara alls konar og út af því að ég nota þetta dagsdaglega í vinnu þá oft á tíðum fljótlegast að náðu mig þarna, næst fljótlegast að náðu mig í tölvupósti og svo getið náðu mig vikulega í fyrirlestrum. Af hverju ég að nota eitthvað annað en það sem að háskólinn að nota almennt? Ég sem sagt var byrjað að nota þetta áður en að það urðu og komu svona góð tól eins og eru núna til staðar hjá háskólanum. Það voru enga leið til að taka upp fyrirlestra eða neitt þegar ég byrjaði að kenna. Þannig að ég var svolítið svona bara að finna út úr þessu sjálfur og hef tekið upp alla fyrirlestra síðan 2015 og nota Slack síðan þá. Og GitHub bara mikið notað í atvinnulífinu og mikið notað í svona open source vinnu, jafnvel háskólastarfi og bara ef þið farið að vinna við vefforritun þá eru þið að fara að nota GitHub að einhverju leyti. Þannig að bara því fyrir sig þið kynnist því betra. Og saman með Slack, ef þið farið að vinna einhvers staðar þá eru mjög mikla líkur á því að það sé notað að einhverju leyti þar. Þó svo að Teams sé núna hægt og rólega svona að éta einhvern bita af þeirri köku en það ekki jafn þægilegt og Slack. I will teach this course in Icelandic. Anyone here who does not speak Icelandic? Okay, but do you understand Icelandic? Okay. So all material and everything is in Icelandic. So you will just bear with me and anybody who's listening. But since there is at least one non-native Icelandic speaker, the final exam will be both in Icelandic and English. But more about that later, and if anybody is running into trouble understanding the course material or projects, please let me know and we'll try to figure something out. Okay, þannig að við erum hér í fyrsta fyrirlestri og þeir eru á mánudögum frá 3 til 20 mínútur yfir 5 í töflu í þessari stofu og ég mun leggja fyrir námsefni að minnsta kosti viku áður og ég geri ráð fyrir því að þið hafi farið svona að minnsta kosti léttilega yfir það. Skoða aðeins hvað við erum að fara að fjalla og eru svona semi-tilbúin undir það sem við erum að fara yfir. Við munum fara í dæmi, umræður, spurningar og alls konar í fyrirlestrum og svona sjá aðeins hvernig það er. Þannig að það verður ekki eins og ég að gera núna bara tala yfir ykkur, heldur verður að meira svona fram og tilbaka. Fara yfir dæmi og finna út úr hlutum. Sjá, fá mig bara sæti stegið með stól. Dæmatímar, það eru engin dæmatímar í fyrstu viku en þeir munu byrja í næstu viku og hópaskipting og upplýsingar dæmatímakennara munu verða á Canvas og þetta mun allt saman liggja fyrir núna í lok þessara viku eða í seinasta lagi í byrjun næstu viku. Þannig að þið munu sjá í raun hvar þið að mæta og hverjir ykkar dæmatímakennarar verða. Þeir eru komnir og við erum bara að klára að fína sér það allt í þessari viku. Verkefni í kúrsnum byggja á raunverulegu verkefnum sem ég hef verið að díla við í gegnum árin og þau geta verið tímafrek en það besta leiðin til að læra vefforritun bara að gera og að framkvæma þessi verkefni og þetta svona þið munið aðeins finna taktinn. Fyrstu verkefnin þau einföldustu. Fyrsta verkefni langeinfaldast og ég mæli með bara að byrja að taka þetta alvarlega og vinna þessi verkefni bara skipulagt,
gefa ykkur tíma til þess að vinna þetta einhvern tímann í vikunni og mæta í dæmatíma og nýta ykkur þá aðstoð sem að býðst þar, ásamt því að tala við mig hérna í félagstum og hlusta og fylgjast með eins og það er. Og að klárað betra en fullkomið, þannig að þegar þið eru að díla við eitthvað erfitt, þið náið ekki að fá aðstoð eða náið ekki að klára þetta, skila því allar sem þið eru komið með og skoða síðan þá sýnilaust sem að mun liggja fyrir í framhaldinu. Þetta verða 12 verkefni í heildina, 10 smærri og 2 hópverkefni. Og smærri verkefnin eru þannig að þau verða sett fyrir og kynnt í fyrirlestri á mánudögum. Og þeim síðan skilað fyrir lok dags, 5. í vikunni þar á eftir. Og lok dags þá bara akkurat 23:59. Eftir það þá í raun ennþá hægt að skila, en þá fáið þið sein skil. Og þau eru opin verkefnin til skils, það er hægt að skila þeim alveg til loka dags á sunnudeginum, en þið verið dregið niður fyrir sein skil. Af þessum smærri verkefnum gilda 8 bestu af þessum 10 5% að loka einhvern hvert, samtals 40%. Og þið megið ræða saman og vinna saman þessi verkefni, en þegar þið skilið þá verðið þið að skila ykkar eigin lausn. Ef þið fáið einhverja aðra utanaðkomandi lausn eða aðstoð, ekki lausn, aðstoð, að þá megið líka endilega merkja það. Og við munum aðeins fara yfir það varðandi hvað þið getið gert til þess að fá frekari aðstoð í áfangunum á eftir. En hópverkefnin eru 2, þau gilda 10% hvort, þau eru unnið saman í hópum, 2-3 saman, og það hugbúnaðargerð sjaldnast einstaklingsvinna og þið eru örsjaldan að fara að gera eitthvað ein þegar þið eru sérstaklega í vegforritun, og það bara þannig. Og þið lærið þar líka á tóli sem heitir Git og munum nota það til þess að vinna saman verkefnin. Og við munum nota líka GitHub þá, og þá munum þið vera komin á stað með það að nota þessi tól. En þau eru sett fyrir miðjan september og það verður að búa til skalanlegan vef sem við ætlum að læra hvað og seinna miðjan október, en það skalanlegur vefur með einhverju JavaScript virkni. Og þau skilast cirka mánuði seinna, þannig að þið vitið það núna að það verður hópverkefni þarna miðjan september sem að þið hafið mánuð til að vinna, þannig að þið getið byrjað að setja það inn á dagatalið að skoða það. Og ég mun láta ykkur vita tímanlega hvenær þið getið farið að byrja að mynda hóp og svona, og hjálpa ykkur við að vita hvernig þetta saman lendir í dagatalinu. Verkefnaskil eru í gegnum Canvas, og ég ætla líka að taka dæmi þá eftir hvernig við förum í og hvernig þetta lítur út í Canvas og hvernig þið skilið og hvernig þið skoðið þar. Og þar skilið þið verkefnunum og síðan fáið þið endurgjöf og einkunn frá dæmitímakennurum í gegnum Canvas. Það eru gefnar leiðbeiningar fyrir hvert verkefni. Þær eru breytilegar leiðbeiningarnar fyrir hvert verkefni, þannig að bara lesið þið yfir og verið vissum að þið sé að skila öllu því sem beðið er Og það mun aðalega breytast þegar þið hættið að þurfa að skila svona zip-skrá eins og ég ætla að sýna ykkur á eftir og farið að skila í raun verkefninu á GitHub sem í raun bara verkefni sem þið eru búin að nota þetta Git og GitHub til þess að ganga frá og koma inn á vefinn. Þegar þið eru búin að fá þessa endurgjöf og yfirferð og einkunn, og ef þið hafið þá einhverjar athugasemdir, þá ætla ég að biðja ykkur um það að byrja á því að tala við dæmitímakennarana og heyra í viðkomandi dæmitímakennara sem fóru yfir verkefnið, biðja nánari útlistun ef þið þurfið þess, nánari ástæði fyrir því af hverju þið fengu þessa einkunn en ekki aðra, og hugsanlega ef þið gerðu einhver mistök, þið glemdu að skila einhverjum part af þessu, það eitthvað misfórst hjá okkur, að byrja að hjá dæmitímakennaranum og í flestum tilfellum hægt að leysa málin þar, og það ekki nema að þið eruð ekki sátt eftir það að þið heyrið í mér og við finnum út í því saman. Þegar ég treysti dæmitímakennarunum fullkomlega til þess að fara yfir og gera þetta af heilindum, og ef þið byrjaðu að heyri mér, þá það sem ég mun segja bara byrjaðu að heyri dæmitímakennarunum og athugið hvort þið finnið ekki út úr þessu saman. Vinnuálag í þessum kúrs þó nokkuð.
og þá bara miðað við að þetta 8 ECTS eininga kúrs og ECT einingin svona cirka 24-26 einingar af vinnu í vinnuálag. Þannig að þetta 200 klukkustundir sem að þið hefur verið að eyða í þetta námskeið núna og fram yfir próf. Og þetta ekki samt tengt við einkunn, þannig að þetta bara vænt vinnuálag í kúrsnum. Og miðað við þetta þá cirka 14 vikur fram að prófum, þá þetta 14 klukkustundir á viku. Og þetta ekki jafndreift yfir kúrsinn, heldur það minna álag fyrstu vikurnar. Það aðeins minna álag svona í kringum mitt misserið þegar það miðmisserispróf. Það ekkert slikt í þessum áfanga en ég geri ráð fyrir að þá þið upptekin við það að fara yfir og undirbúa ykkur undir það. Þannig að það kemur þarna smá, það ekki eitt verkefni einni viku þá. En þetta bara eitthvað sem þið þurfa að hafa í huga bara núna strax. Miðað við alla þá áfanga sem þið eruð í. Að þetta það sem ég með sem mælieiningu á það hvað þið að vinna í þessum áfanga. Þannig að það 14 klukkustundir á viku. Ef við horfum síðan aðeins nánar í það, þá álagspunktar í kringum vikur 6 og 11 þegar þið að skila hópverkefninu, þess að vikuna fyrir skilin í þeim, cirka bát. Og síðan í kringum lokaprófið. En ef þið að vinna jafnt og þétt yfir önna í áfanganum, þá ætti prófið að vera svona frekar, kannski ekki auðvelt, en þið ættu þá að vera bara að rifja upp það sem þið eru búin að vera að læra seinustu vikur og koma ykkur fyrir og undirbúa ykkur fyrir það að taka lokaprófið. Þannig að það sumir áfangar sem með misserispróf og verkefnaskil á öðrum tímum, hópverkefni á öðrum tímum og bara skoða þetta. Hvernig lítur þetta út í stóru myndinni yfir alla önnuna. Og það svolítið ekkert minna verkefni í viku 7 af því það svona cirka það sem að mitt misserið og vonandi passar það við þetta við hina áfangana. En þið getið alltaf heyrt í mér og þið við getum alveg hnikað til hvernig verkefnaskilin og hvernig þetta upp að vissu marki. Ég ger ekkert rosalega mikið greiða með því að vera að seinka verkefnaskilum ef að það þýðir bara að þið fáið þá bara meira álag í næstu viku eða þar næstu viku eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta svona cirka eins og ég legg þetta upp að prósentan af minni verkefnum af einkunnunni cirka 40%. Þannig að það svona cirka 80 klukkustundir af þessum 200. Þannig að þið getið þá reiknað með við það að það svona cirka 10 klukkutímar per verkefni ef við ætlaði að taka 8 verkefni. Það aðeins minna ef við ætlaði að taka öll verkefnin og reyna að sleppa því að það gilda 8 bestu. Þannig að þið getið líka verið taktískt og sagt ég ætla ekki að vinna þetta verkefni því að það bara mikið að gera í öðrum áfengum. Ég ætla bara að treysta því að mér gangi betur í hinum eða ef þið lendið í því að missa af einhverju þá vil ég bara skila öllum hinum minni verkefnunum. Hópverkefnin eins og þið séu að taka svona cirka minna verkefni og svona 6-falda það í vinnuálagi upp á það að það bæði þið fleiri, við gerum ráð fyrir séu 3-4 í hóp og þið fáið lengri tíma og þau gilda meira. Og síðan prófa undirbúningur, þetta náttúrulega aldrei fullkomið en svona cirka 40% af, það 40% af einhvern lokaprófið en út af því að það byggir náttúrulega á því að þið hafi bæði setið fyrirlestrana og undirbúið ykkur aðeins fyrir þá og unni verkefnin að þá þetta svona að rifja upp og undirbúið ykkur undir prófið. En þetta svona mjög svona gróft en samt sem áður svona smá, þið getur notað þetta til þess að íhuga aðeins hvernig þið skipuleggið ykkar tíma núna í haust. Fyrir verkefni í þessu námskeiði ekki leyfilegt að nota stór málikönn eins og ChatGPT eða ekki Claude til að skrifa lausn á verkefninu. Má ég nota ChatGPT að bara gefa mér bara leiðbeiningar Akkurat. á ensku eða að bara hjálpa mér? Já, það spurningin sem næsti punktur að það hægt að fá leyfilegt, það leyfilegt að fá aðstoð sambærilega við þá sem að dæmatímakennarar eða ég myndi veita. Sem ég með þetta verkefni, gætirðu
þýtt fyrir mig þessa verkefnalýsingu og gefið mér summarization á ensku fyrir það. Já. Ég hérna með þessa villu við það að reyna að keyra þetta hérna. Ég veit ekki hvernig ég á að snúa mér, geturðu aðstofað mig við næsta skref. Þannig að það ekki, hér þessi verkefnalýsing, geturðu skrifað það og sagt mér hvar ég á að fylla inn í svo það líti út fyrir að ég hef gert þetta sjálfur. Það ekki svoleiðis. Og það ég setti svona aðeins meira notkun á málíkonum sem ég ætla bara að sýna ykkur aðeins á eftir, og það dæmi svona prompt sem þið getið sett með sem að svona temprar aðeins æsingin í til dæmis ChatGPT við það að leysa allt, jafnvel þó að það sé sagt í námskeiðslýsingunni að það megi ekki nota þetta, að þá segir það já, það stendur undir að það megi ekki nota þetta, en hér samt mjög góð hugmynd að verkefninu og svo leysir það fyrir því verkefnið. Þannig að þá þið svona nei, ég vildi ekki og það líka það að ef þið notið þetta til að fá aðstoð, að þið sérið með okkur transkriptinu að chatinu, svo við sjáum hvað þið eruð að lenda í vandræðum við, svo við getum líka hjálpað ykkur við að læra það. En skoðum það aftur eins og nokkra aðra hluti aðeins betur á eftir. Eins og ég sagði áðan, ekkert miðmiserispróf. Það lokapróf. Það og hefur verið, það verður heimapróf á Inspira. Þið hefur líklegast ekki, veit ekki hvort þið veit hvað sé Inspira, en við munum alveg fara sérstaklega í þetta þegar nær dregur, og það verður þannig að lokaprófi verður, þið notið bara ykkar tölvu heima hjá ykkur eða það sem þið viljið taka prófið. Þið þurfum ekkert að setja neitt læstan hugbúnað til þess að taka prófið. Þið bara komið ykkur vel fyrir, þið fáið próf, þið hafið 30 tíma til að leysa það og svo þið bara búin og ég fyrir yfir það á Inspira og skil ykkur síðan einhvern. Það verður engin hjálpagögn leyfð og þið munið hafa aðgang að gömlum prófum og þið hafið nú þegar aðgang að þeim á Uglu, og við munum skoða það eins og eftir þegar við förum með hans yfir svona allt í kringu það. En það bara nánar það þegar að próftaflan verður komið, þá mun ég segja ykkur bara við erum komin í próftöflu, það verður próf hér, við snemma undir lok í miðju próftímabilinu og þá mun ég aðeins aftur segja, mun ég rifja þetta upp og fara þessi yfir með ykkur, og síðan seinustu vikuna eða seinustu 2 vikunar þá munum við fara í upprifjun og nánar lokaprófið. Þá mun ég fara yfir lokaprófið frá því fyrra, þið munum fá tíma til þess að prófa það á Inspira áður, leysa það sjálf og koma og fá í raun síðan lausnina hjá mér og spyrja mig út í bara allt sem eitthvað dettur hugvarandi praktikina í því. Einkunnin í áfanganum skiptist í tvennt, það bara verkefnahlutin sem 60% og síðan lokaprófið sem 40%, og þið verðið að ná bæði verkefnahluta og lokaprófið með lágmarkseinkunn 5 og ég randa upp úr 4,5, þannig að þið þurfa að ná hana algjörlega lágmark 4,5. Ef þið eruð eitthvað stressuð með verkefnaeinkunnin ykkar þegar það líður á önnina eða misserið, þá getið alltaf heyrt í mér, við getum aðtuga hvort þið getið leist ykkur gömul verkefni eða eitthvað, fengið lengri skil, látið eitthvað annað ganga, gilda hærra eitthvað svoleiðis, en gerið það sem fyrst. Ef þið komið daginn fyrir lokaprófið og segir, heyrðu, ég held að ég sé ekki með verkefnaeinkunnina til þess að ná námskeiðinu, þá rosalega erfitt að finna eitthvað út úr því með ykkur. Ef þið gerið það 2 vikum fyrir og þið eru tilbúin til þess að eyða viku í það að vinna eitthvað upp eða gera eitthvað, þá alveg hægt að redda því. En það bara því meiri tími sem ég hef til þess að finna út einhverja leið til þess að hjálpa ykkur við að ná þessu, þeim meiri líkur á að þið ná þessu. Þannig að það alveg hægt að detta út úr þessu námskeiði í 2 vikur ef eitthvað kemur upp á og redda sér. Það alveg, við erum með, það eru öryggisventlar í þessu. En bara talið við mig eða við námsráðgjafa sem getur síðan talað við mig og þá finnum við út úr lang flestu. Og ég veit að ef maður lendir ykkur vandræðum, það getur verið erfitt að tala það eða koma og spyrja hvort það sé eitthvað, en bara ég reyni mitt allra besta til að hjálpa ykkur ef að þið leitið aðstofar hjá mér. Þannig að bara ég hérna til að hjálpa ykkur og því fyrr því betra. Mæting, það alls engin skyldumæting í neitt, hvorki dæmatíma né fyrirlestra. Það skyldumæting þannig séð í lokaprófið ef þið viljið ná áfanganum, en þið eruð fullorðnir einstaklingar og ég bara lít svo á að þið getið og munuð sjáum að skipuleggja ykkar nám eins og hentar ykkur best og þið getið í raun tekið þennan áfanga í fjarnámi, og það
nemendur sem hafa gert það, sem hafa bara búið erlendis eða eitthvað og hafa bara tekið þennan áfanga án þess að hafa nokkurn tímann verið á landinu. Og eina sem vesen þá að þið þurfið að finna út úr í hvernig þið getið tekið, nei, ekki einu sem lokaprófið, það var áður og þá þurftið þú veist að fara í sendiráð og eitthvað svona, en það var jafnvel hægt að finna út úr því. Já, þannig að þetta svona búið að safna saman senstu 10 ár rosalega mikið af punktum praktík sem ég fór hratt yfir núna og þið getið meldt og spurt mig núna eða næsta tíma eða bara senda mig skeitið eitthvað. Þetta ætti að covera svona langt flesta spurningar bara eitthvað svona, en hvað með þetta, en hvað með hitt? Einhverja spurningar núna strax sem eitthvað dettur í hug? Samkvæmt við prófið, leyfilegt, þú sagðir ekki hjálpa okkur, sagðir það ekki? Jú, varðandi próf. Má maður ekki fara á Google eða leita einhverjum upplýsingum? Nei, þú mátt ekki gera það. Nota hugana sem að mann. Yes, og ég ekki að ætlast til þess að þið muna allt námsefnið eða muna nákvæmlega hvernig ég geri þetta. Þið ekki að fara að forrita eitthvað í blindni muna nákvæmlega hvernig allt á pappír sem bara skrifað í tölvunni. Ég mun gefa ykkur allt sem þið þurfið. Þetta sanngjarnt próf og það sanngjarnt að því leiti að þetta heimapróf, þannig ég treyst ykkur og þetta sanngjarnt að það engin hjálpagögn og það skrifað þannig. Þetta ekki, þið þurfið ekki að leggja einhvern heilan helling á minnið. Ég mun vera með tossablöð og svona fyrir það sem þarf. En að þú skilur með eigin glósur sem þú kannski skrifar á Word eða eitthvað svoleiðis? Engin hjálpagögleið. Og það við munum fara nánar yfir það seinna, eða bara þegar hann dregur, að þið munið ekki þurfa þess og það mun jafnvel ekki hjálpa ykkur af því að þetta alveg langt próf. Þetta alveg, ef þið eru búin að sinna náminu, þá verður þetta ekki mikið mál, en náttúrulega ef þið viljið fá háa einkunn í áfangunum, þá verður það sinni svo og þá verður það að læra þetta. Þetta ekki þannig að þið verður að læra eitthvað utan að, þið verður að læra að skilja efnið. Það mitt aðalmarkmið, að þið skiljið hvað við erum að gera hérna. Ok, eitthvað fleira? Annars bara réttið upp hönd, en ég ætla þá aðeins að renna yfir námskeiðislýsinguna og bara aðeins hvað við erum að fara að gera hérna í haust. En það sem að þið ætlið að vera tilbúin til að gera eftir þetta námskeið að geta verið með grunn í vefsmíði, vefforritun með áherslu á framenda og það þá áherslu á HTML, CSS og JavaScript sem þessar 3 stoðir sem allur vefurinn byggir á. Það HTML til þess að setja upp efnið okkar sem við byrjum bara að skoða núna strax á eftir, CSS sem til þess að búa til einhverja birtingu á efnið okkar og svo JavaScript til þess að búa til einhverja virkni á efnið okkar. Þannig að bara það sem við erum að horfa hér í rauninni ég með þessa kynningu í Vafra. HTML notað til þess að segja hér með þennan texta, þessa fyrirsögn og þetta eru bullets og þetta indregin bullet hér sem ég að segja ykkur núna frá. Það að það sé svona kremgulur bakgrunnur, þessi leturgerð, það CSS og það að ég geti ítt á lyklaborðið og láti þetta birtast og hverfa, það JavaScript virknin. Þannig að þetta í raun bara allt það sem við sjáum hérna og þetta bara vefur og það í raun margt sem þið notið í dag vefur. Ef við notið Discord eða YouTube náttúrulega augljóslega en YouTube appið, það reyndar einhver svona hybrid, Messenger frá Meta eða Facebook, þetta alltaf nota veftækni að einhverju leyti, Spotify, allt skrifað í HTML, CSS og JavaScript, svona mestuleyti, sumt af þessu, allt viðmótið. Margir tölvuleikir nýta HTML og CSS til þess að búa til viðmótið, þetta út allt. Það bara, HTML og CSS mjög sterkt og JavaScript sem forritunarmál líka mjög fjölbreytt, ekki fjölbreytt fyrir ekki, heldur það útbreytt og í raun á öllum tækjum eiginlega sem að þið hafið aðgangað í dag JavaScript, leið til þess að keyra einhvers konar JavaScript á einhvern hátt. Þannig að við ætlum að læra bara það hvað þetta og hvernig þetta þýðir og hvernig notum við þetta og hvernig forritum við í þessu og hvernig setjum við upp og látum þetta virka og birtast og allt það. En við ætlum líka að læra staðla, venjur og það sem þarf til að útbúa góða vefi, svona good practices í þessu öllu saman. Síðan ætlum við að læra hönnun og útlit og að vinna með hönnunarskjöl og ég ætla að fá gestafyrirlestra, jafnvel 2 til þess að koma að tala það sem þá einhverjir hönnuðir, hvort sem það eru grafískir hönnuðir eða þjónustu hönnuðir sem þá að hugsa það hvað það bara að veita aðgang að þjónustu gegnum vef eða þá bara hvernig það praktískt að setja upp þessi skjöl sem þið sem vefforritarar munið fá til þess að vinna úr og búa til viðmót út frá.
síðan ætlum við að forrita í þessu túlkaða forritunarmáli í JavaScript sem þó svo að það heiti fyrstu 4 stafirnir séu þeir sömu og í Java þá það mjög ólíkt. Þannig að þið munum læra Java í tölvunarfræði 1 en JavaScript í vefforritun. Við munum ekki byrja yfirferðin á JavaScript fyrir en eftir að þeir eru búin svona með megin lærdóminn í Java. Þannig að vonandi verður ekki mikið svona sem þetta ruglar ykkur en það mun rugla ykkur að einhverju leyti. En við förum nánar yfir það þegar það kemur að. Við munum fara yfir tenginguna á JavaScript við það hvernig við gerum það, hvernig gerum við eins og þessa forritum svona interaktífa virkni og hvernig við getum notað tól og tæki til þess að gera það. Og við munum læra þetta allt með því að fara yfir það saman í námsefninu, eða þið mestmegnis að skoða námsefnið og við munum tala saman það í fyrirlesturum en síðan munum þið læra þetta, fá þetta í puttana með því að vinna þessi verkefni. Það sem að við erum bara að gera mjög praktíska hluti til ég. Það sem við erum ekki að fara að læra í þessum áfanga að nota síðan einhver svona tól sem að byggja ofan á HTML, CSS og JavaScript. Það eru einhver svona framework, hvort sem það fyrir CSS eins og Tailwind eða eitthvað svoleiðis eða einhver svona JavaScript framework til að búa til viðmót eins og React eða Vite. Við munum nota Vite, ég ætla að segja Svelte eða Angular eða eitthvað í .NET eða eitthvað í Python. Við erum ekki að fara að gera það. Við erum bara að fara að læra algjörlega grunninn sem fake nóg og síðan ef þið hafið áhuga á þessu og viljið læra meira að þá annar áfangi sem kenndur á vorin sem vefforritun 2 þar sem við förum á dýptina og lærum á setja upp gagnagrunna og tengja þá, smíða vefþjónustur, nýta þessi framework til þess að búa til svona flóknari og yfirgripsmeiri vefforrit. En hæfniviðmiðin að þið getið þróað aðgengilega og merkingafræðilega góða vefi með HTML, stýrt útlitið þeirra með CSS og kunna skil á nýjustu straumum og stefnum í vefhönnun, skilið og skrifað forrit sem nýta JavaScript til að auðga vefi og síðan munum við líka aðeins læra munin á milli framenda og bakenda. Framendin bara allt það sem við sjáum og notum í vafranum og bakendin allt það sem gerist á einhverjum vefþjón, hvort sem það í skýinu eða á tölvunni hjá ykkur eða eitthvað sem býr til HTML-ið hugsanlega einhverju leyti eða CSS-ið eða JavaScript-ið og sendir það yfir vírinn, svona innan gæsalappa, með HTTP sem við munum aðeins tæpa á bara í fyrstu viku núna hvað HTTP og hvernig það tengist við HTML og þetta allt saman. En þetta kemur allt saman. Við byrjum með HTML, fyrir svo í CSS og fyrir svo í andanum í JavaScript. Þannig að þessa viku og næstu munum við fara yfir HTML. Það bara vefurinn og vefforritun, HTML, element, merkingafræði, aðgengi og SEO eða leitavélabestun. Síðan munum við taka 4 til 5 vikur af CSS og ég ætla ekki að tellja þetta upp. Þetta bara svona lykil hugtök í því sem við erum að fara að læra. Og svo munum við taka pásu þarna í kringum 7. og 7. viku í kringum þegar miðmisserisprófin og þá munum við taka Command Line Interface tól eða CLI tól og læra þessum Git og læra á GitHub og NPM sem tengt þessu öllu saman, Git og GitHub og svo munum við taka 5-6 vikur af JavaScript þar sem við erum að fara við þetta og svo í lokin 1 til 2 vikur. Þetta aðeins svona bara eftir hvað gerist, þetta út ykkur fyrirlestrar eða eitthvað, þú veist, ég verð veikur eða eitthvað og við höfum buffer þarna til þess að fara yfir efni og hnika til aðeins kennsluáætluninni en svo kennsluáætlun sem komin núna eins og ég stefni á að hafa þetta í haust. Skoðum hana síðan aðeins nánar eftir þegar við förum yfir á GitHub og skoðum það og svo bara samantekt upprifjun og upplýsingar yfir lokaprófi í lokin. Námsefnið, það þannig að ég legg það fyrir í HTML og CSS parturinn í drögum að kennslubók sem ég búin að vera inn að senustu ár. Það síðan í svona glæru formi sem samt allt skrifað bara sem texti og síðan það í formi fyrirlestra sem ég tók upp hérna í COVID og eru bara nokkuð up to date með það. Ég búin að setja samt í námsefni þar sem það þarf að uppfæra eða eitthvað hefur breyst.
Þannig að þið getið ákveðið, viljið þið lesa þetta, viljið þið sjá highlights með því að skoða einhverja slides eða viljið þið horfa á fyrirlestur þar sem farið yfir slides og dæmi eða viljið þið gera allt, viljið þið breyta til, þið hafið bara að ég tel nokkuð svona frjálsa aðferði yfir það hvernig þið gerir þetta. En það sem að ég vil eyða tímanum mínum í hér er ekki að gera það sem ég er að gera núna sem er bara að tala, heldur að vinna saman verkefni, fara yfir spurningar úr námsefninu og bara koma ykkur á stað í verkefnum, fara yfir verkefni frá því fyrra og bara umræður og aðstoð. Við munum nota þetta sem ég er að smíða, ég hef nú ekkert gert í svolítinn tíma en ég dreymir alltaf að bæta við einhverjum JavaScript-kafla þarna inn en það er fjallað HTML og CSS í því. Svo er bók sem heitir Eloquent JavaScript sem er ókeypis bók sem er að öllu leyti aðgengilega á vefnum og fjallar bara vefforritun og bara frá grunni hvernig er að forrita, þannig að þar eru kaflar sem ég mun vísa í og síðan ProGit sem er bók Git að mestu leyti en líka GitHub að einhverju leyti. Við munum alls ekki fara yfir hann alla en það eru nokkrir kaflar sem ég mun vísa í og þið getið farið í og lesið en þið getið líka bara mætt í fyrirlestra og sé hvernig ykkur líður og tækla þetta eftir því hvernig verkefnin leggjast í ykkur. Ég mun leggja fyrir vikublöð og ég sendi ykkur fyrir helgi fyrsta vikublaðið sem er bara efni þessari viku og það er þá námsefnið, lesefnið tengt námsefninu og námsefnið er þá bara þessir uppteknu fyrirlestrar og það allt. Svo eru lykilhugtök sem að ég mun í endanum að miklu leyti búa til krossaspurningar í lokaprófun úr og síðan erum við með dæmi sem eru tengt fyrirlestrum og lesefninu og síðan mun ég setja inn upptökunar til þess að við núna er ég að taka upp, svo klára ég að taka upp, uploada þessu og senda ykkur uppfærslu og segja hér eru komnar upptökunar frá því í dag og svo eru verkefni vikuna sem þið getið farið yfir á ykkar hraða. Ég er með þetta samansafn af lykilhugtökum og þið getið farið yfir þau og ef þið skiljið það allt fyrir lokavikunar þá eru þið bara mjög vel sett. Ef þið eru eitthvað sem er óljóst eftir vikuna þá getið þið spurt næstu viku eftir, þetta þarna, fórum við eitthvað yfir þetta, ég sá þetta hvergi eða getur þú farið nánar yfir þetta, þá getum við gert það. Svo námskeið hefur verið mjög keimlíkt seinustu 4 ár þegar þið getið skoða þau og sé hvernig það er, en það er alltaf aðeins að þróast hjá mér, það er alltaf aðeins betra, sem þýðir að þið eruð að taka bestu útgáfuna af þessu námskeiði sem hefur verið kennt hér við háskólann. Svo að lokum með að leita sér hjálpar. Þið hafið aðgang að mér, að dæmitímakennaranum og í Slack, talaði mig hér og eitthvað, en náttúrulega partur af þessu er að læra þetta og gera þetta. Þannig að ég bið ykkur ekki koma til mín og segja ég er búinn að vera að reyna þetta í 3 daga. Ég hef verið vakinn og sofinn yfir því að gera þetta og ég bara skil ekki neitt. Bara, það finnst mér alltaf leiðilegast því að ofta tíðum er þetta bara eitthvað, já, þú ert með semikomið þarna, hún átti ekki að vera þarna, eða það vantar þetta. Það er svona litlu hluti sem maður getur verið og bara reyniði og mælið það í klukkutímum. Þeir eru búin að vera föst í einu í 2 klukkutíma, leitið ykkur hjálpar. Þá getið þið sendt bara hvernig sem það er. En eða bara farið í göngutúr, eða sturtu eða eitthvað, þá kemur þetta á tímans. En leitið ykkur hjálpar. Og ég er líka að læra, þannig að ef þið sjáu eitthvað sem mætti betur fara, þá bara endilega látið þið mig vita. Ég er alls ekkert feiminn við það að viðurkenna að ég hef gert mistök og ég geri þau oft og mörgum sinnum og ég reyni þá bara að gera þetta að læra af því og gera hlutina betri. Og ef þið eru að senda mér eitthvað og þið fáu ekki svar, þá er það ekki að því að ég vill ekki svara ykkur, þá er yfirleitt bara því að ég er að gleyma því eða ég er bara eitthvað týndur einhvers staðar. En minnið þið bara á ykkur og ég mun svara ykkur. Af því að ég er hérna til að hjálpa ykkur. Ég vill að þið náu öllum sem áfanga og þið læri öll vefforrituna því að það skemmtilegasta sem þið getur gert í tölvunarfræði, ekki segja neinum öðrum kennara, er að vera vefforrita. Það er langskemmtilegast. Hérna er eitthvað sem ég mæli með, getið notað Mozilla Developer Network eða Stack Overflow. Ég mæli ekki með að þið notið W3 Schools, en þau eru með rosalega gott SEO þannig að þau koma oft mjög hratt upp. Og þetta er að seinasta. 3 mínútum yfir og ég sé nefnilega að það eru nokkrir eldri nemendur sem ætla að koma og segja ykkur aðeins hérna, þannig að ég ætla núna að segja stopp.